Þá erum við komin hérna saman félagarnir. Við erum búin að fara í smá rannsóknarvinnu og við ætlum að leita bestu steikin í heiminum. Hann er að finna núna hérna í Las Vegas. Þessu er það? Já, ég hef búin að kanna það. Og þessi steik er gerð þannig að hún er náttúrulega látin þurr svona meyrna í svona sérstökum kælum til að halda kjötinu við rétt hitastig. Og hún er vel fitofin og hún er bara grilluð. Og svo er sett augna balsamedediki og hvítlauk. Þessi steik er framreidd með bernesósu. Bernesósa? Getur það verið einfaldara? Það getur, og getur það verið betra? Já, eins og þið sjáðu þarna myndir, það eru öfgar allstaðar hérna í Las Vegas, skilur. Og Raggi, kíkjum og aðtökum hvort við getum ekki bara toppað þetta. Já, ég held að við náum því alveg. Heyrðu, við völdum bara hérna vel fitofina steik. Já. Og hérna... Alveg verið steik, er þetta eitthvað í líkingu við það sem við sást þarna úti? Ég verð að viðurkenna að ég held að þeir sem er aðeins stærri sko þarna kjötbyrði en við. En mér finnst þessi samt sko, girðum að sér það hérna á hvítu yrjum. Já, hún er vel fitusprengt sko. Það er svona heila aðalatrið. Og við erum búin að láta hana meyrna núna í kæli í svona 4-5 daga. Svo við erum búin að toppa það sem kjötiðnaðurinn gerði. Við erum búin að gera þetta betra með að vera að hugsa fram í tímann. Þetta þarf ekki að vera flókið. Það er bara salt og pipar, smá smjör, balsamik, timjan og hvítlaugur. Hefur að prófa það? Endilega, kíla það. Ég ætla að fara að undirbúa aðeins bernesósuna líka. Já, ég heyrði einhvern veginn að þú gerði það með betri bernesósuna. Er það sögur? Já, það er kannski sjálfur svolítið mikið að segja. Já, það er kannski... En herri, ég er búinn að hita skálina aðeins. Ok, flott. Það er svolítið atriði þegar maður er að gera bernesósu. Ég er búinn að bræða smjör og set bara skálina aðeins ofan á pottinn, bara til að fá smá velgju í skála. Það er svolítið mikið atriði að þetta sé svipuð hitastigið sé svipað eggið og smjörinu. En ef við vel heitt smjörið þá þarf ekki ekkert að vera virkilega heitt. Þannig að við byrjum á því að skilja egginn. Þú kannski fer í gegnum að þú ert að gera það? Já, ég ætla bara að marinera þetta upp í svona hvítlauk. Þegar maður steikir hvítlaukinn þá karmelast hann og verður svona brúnn. Hann gefur svona róst í bragð. Ég ætla bara að setja pipar til að byrja með, svo ætla ég að krydda salt eftir á pönnunni. Ég vil halda öllum safanum í saltinu, í kjötinu og saltið náttúrulega getur dregið safa frá. En það má alveg pipra löngu áður og það verður bara smígur aðeins inn í kjötið. Eins og segið, vel að hvítlauk, timjan, er það ekki alveg svona standardútbúnaður? Jú, er það ekki. En svo líka timjan. Það er alveg að nota hvaða nautasteik sem er, það ekki? Jú, en það þarf bara að velja rétt, skilur. Heyrðu, þegar maður steikir svona steik, þá er bara heit panna. Og svo ef maður setur ómikið af þessu, þá getur maður alltaf pillað eftir á. Aðeins að hvítlaukinn niður. Aðeins að leyfa svo að grillast. Og til að fá ekstra karmelisýningu á henni sér balsamedediki, þá ætla ég að setja smá smjörklípu út í. Þetta þarf náttúrulega ekki að vera flókið. En þetta þarf líka að vera bara, þetta verður aldrei betra en hráefni sem maður setur á pönnuna. Nei, nákvæmlega. Það er mér svona kjöt, mér finnst að ég myndi ekkert að vera mikið að krydda þetta mikið meira heldur en þetta sem við erum að, eins og salt og pipar er undirstaðan bara. Til að maður fá þetta natural bragð, svo náttúrulega hvítlaugurinn og timjan örlítið til að fá smá flavour. Í staðinn fyrir að vera með þetta rauða kryddið sem við heila það. Herru, bernesósan. Eina sem ég er búinn að gera hérna, er bara að brjóta eggjarauður og rétt yfir smjörpottinn og aðeins að píski. Nú ætlum ég að bæta í þetta. Þetta er einfaldasta leiðin til að gera bernesósu og einnig svo besta. Það er dísósinef, smá nautakraftur, pínlítið, svona fljótandi. Svo er til svona bernes essence. Ef þú átt ekki svona bernes essence, þá er það ekki algjörlega nauðsynlegt. En það verður maður allavega eitthvað sem heitir, þetta er svona estragon edikbragð á þessu. Setjum vel lítið á þessu. Þetta náttúrulega brýtur síðan upp sko fitina á egginu. Já. Það verður alltaf að vera eitthvað súrt á móti í Hollandi eins og bernes. En sem sjáðu, núna er steikin okkar aðeins að... Hún er orðið svona fallega litinn. Já. Þá held ég þessi tíma bara að setja smá salt. Já, þú varst að tala hérna sýru, þá finnst mér alltaf best að setja bara vel á sítrónu ferskum. Það verður mikið ferskara. Já, miklu ferskara. Kreistum henni hérna núni. Og þegar við erum búin að búa til grunninn hérna, eins og við bara orðum það, þá þarf bara að fara að koma með smjöri bara. Herru, ég fæði verið yfir í smjöri. Já, ég setja hérna smá sögu. Ég nota bæði þurrkað estragon. Og svo notum við líka festa eftir. Já. Herru, þá er það bara... En leyndamálið með þetta er þetta stöðað rólega, er það ekki? Jó.
Það er voða gott að fá einn meðlum í fjölskyldunum með sér. Þetta er svona 2 manna sport. Það er hægt að gera þetta einn sko, setjum að blauta tuskur í skálina sko, þá hreyfir hún sig ekki. Við myndum að fylla aðeins hraðar, svo við getum borðað með kjötinu. Þú ert svo öflugur harari. Já, ég er í góðu formi. Svona. Það var góður. Núna ætlum við bara að lækka undir. Maður finnur hún aðeins að taka sig og leyfa henni að standa. Svo frekar þá bara að gefa henni smá skot í ofninu. En það á oft ekkert að þurfa. Hörru, ég salt og pipraði. Og þessi stíl líka í sósunni, þá þurfum við að smakka náttúrulega þessu. Já, smá meiri sýra. Tökum aðeins meiri sítrónusáta. Svo ég það ræða. Já. En ferska ekstra konið. Já, ég ætla að fara að saksa það núna. Svona. Svo er bara að saksa vel yfir það. Ferska ekstra konið með svona lakkrískeim. Já. Það er svona popparinn upp að hæra stall, sko, að vera með festa móti þurrkuðu. En það er náttúrulega ekkert nauðsynlegt, ef menn eru bara með þurrka estragon þá sjálfsögðu bara að nota við það. Ég er að leika með aðeins á steikinu og reyna aðeins að brúna hana á fituleiðinni með lagni. Það er náttúrulega líka, ég ætla að segja, þetta skella henni bara í ofninn, sko. Þetta er bara besta brennisósa sem ég smakka lengi. Þú hefur náttúrulega ekki smakað brennisósu lengi, eða? Nei, ekki í dag alveg. Ha? Heyrðu, þetta er alveg í lagi. Ok. Ég ætla nú að fá að setja steikina í svona 5 mínútur inn í ofn. Kíkjum svo að það. Ok. Heyrðu, þá er þetta orðið glæsileg. Þetta var... Ég ætla að fá að setja smá balsamik yfir þess að ég held að það hefði verið leyni triksið úti í Las Vegas. Það var aðeins gljáð með balsamik, veit ekki. Það gerir maður bara með að setja yfir og það karmelast aðeins í smjörinu sem er þá rauninni orðið sósan okkar. En við ætlum samt að bæta betur að setja líka brennis. Getur ekki orðið betra. Ég gerir brennisósu svona klára með hann. En þegar maður hugsa svona kjöt, þá er maður að segja 50 gráður er medium rare. 55 er medium til 60 gráður. Svo ég myndi mæla með, ef maður er með kjötmæli, þá tækir maður í svona 57. Þá værum við miðlungstig. Ok. Viltu ekki segja það? Jú, 57. Og leyfa hann að hvíla svolítið líka, áður en að tekur hann á... Já, við erum alltaf búin að... Leyfa hann að hvíla, sorry. Leyfa hann aðeins að fara í ofninn, skáma henni skot, gljáa hana með balsamikedikunni. Og þá, til að við verðum töffara, sko. Það var rétt bara að vera gaman ef maður væri að setja hann einhvern veginn svona upp á diskinu og hann myndi standa. En það er náttúrulega þar yfir. Við viljum hafa þetta ennþá flottar og gerum við aðeins hérna með smá stæla. Ekki? Já. Mér finnst þetta flott að hafa bara timjanið og hvítlaukina þetta sem er. Og hann er svona karmelisaður núna í balsamik. Hann verður þá einstaklega góður bara til að borða út af, maður verður að skera hann þunnan. En ég held að við höfum náð bara það sem að ég upplifði í Las Vegas. Svo ég segi bara Las Vegas steik með bearnaise, klárt.